Við mælum með útilegu eða annarri heimsókn í Árnes í sumar. Við erum í klukkustundafjarlægð frá Reykjavík. Ekið í gegnum Selfoss og austur eftir Suðurlandsvegi þar til komið að gatnamótunum að Flúðum. Sá vegur heitir Skeiðavegur og liggur meðal annars fram hjá Hótel Heklu og í gegnum Brautarholt. Þar til komið að skilti vísar á Árnes. Þar beint til hægri í áttina að Þjórsárdal. Eftir 8 kílómetra komið þið að afleggjaranum að Árnesi. Þar ýmis þjónusta í boði. Hægt að gista á farfuglaheimilinu nú eða á tjaldsvæðinu. Og hér verslunin Árborg. Félagsheimilið Árnes vegleg bygging sem hýsir skrifstofu sveitarfélagsins ásamt Þjórsárstofu og veitingastofu sem við lítum á eftir augnablik. Sundlaugin notaleg og tjaldstæðið velbúið rafmagni og með hreinlætisaðstöðu. Hér má finna notalega lautir þar sem ekkert truflar nema fuglasöngur. Í Þjórsárstofu áhugaverð markmiðlunarsýning sem segir sögu svæðisins með ýmsum mótum. Markmið Þjórsárstofu að miðla fróðleik og upplýsingum landið og náttúruna, fólkið og söguna og þá þjónustu sem að finna á Þjórsárssvæðinu, með Þjórsár sjálfa sem meginþema. Þjórsárstofa, gestastofa í Árnesi, samstarfsverkefni sveitarfélagsins Skeiða- og Gnúpverjahrepps og Landsvirkjunar. Að lokum tilvalið að setjast niður í huggulegri veitingastofunni og fá sér ljúffengan mat, kaffi eða aðra drykki og spjalla. Látum veitingakonuna Rósu eiga síðasta orðið. Velkomin í Þjórsárstofu og veitingastofuna. Kaffi á meði og matur á bollunum.